Seguljós eru ljós sem að myndast á himninum hjá okkur. Við köllum þau norðurljós og þau eru kölluð það á norðurhveli jarðar, en sams konar ljós myndast á suðurhveli og eru kölluð suðurljós, en einu nafni köllum við þau seguljós. Þau myndast vegna þess að það koma rafhlaðnar agnir frá sólinni sem eru lenda í segulsviði jarðarinnar, og segulsviði jarðarinnar lítur einhvern veginn svona út. Dregur þessar illa að teikna hjá mér, en skulum kannski skoða þetta frekar hér. Dregur þessar agnir inn í átt að segulpólunum, og þar sem þetta nálgast jörðina, þar lenda þessar rafhlöðnu agnir á lofthjúpnum, og eftir því sem hann þyknar þá verður áreksturinn harðari, og í ákveðinni hæð sem er svona á bilinu 100 til 150 kílómetrar, það bil 10 sinnum hærra heldur en að skýin á, það rekast þessar agnir á agnir í lofthjúpnum á nógu miklum krafti til þess að fá agnirnar í lofthjúpnum, nitur, súrefni og önnur efni, til þess að byrja að lýsa, og þá sjáum við þessi ljós. Seguljós eru því sýnileg í ákveðinni fjarlægð. Þetta myndar svona hálfgerðan hring eða kraga í kringum segulpólinn, í ákveðinni fjarlægð frá segulpólnum, og Ísland er á ytri mörkum þessa svæðis. En ástæðan fyrir því að Ísland er mjög vinsæll staður fyrir ferðamenn til að koma að sjá norðurljós er að það er tiltölulega auðvelt að komast hingað. Önnur svæði þar sem er hægt að sjá seguljós, til dæmis í Norður-Noregi eða í Rússlandi eða Norður-Kanada, það er ekki eins auðvelt að komast þangað, og sæmilega auðvelt að komast kannski til Noregs, en önnur svæði er bara mjög erfitt að komast á. Þau svæði á suðurhveli þar sem suðurljós sjást er bara á suðurpólnum eða suðurskautslandinu, og þar býr ekki nokkur maður, bara nokkur vísindamenn og sérvitrungar sem hætta sér þangað.